Komið sæl. Í dag langar mig að tala aðeins það sem ég kosið að kalla fylling heilags anda. Og eins og þið kannski munið þá var ég að tala síðast í fyrsta lagi að það ekkert sem við getum gert til að verðskulda endurlausnina. Við getum ekki fyrir dugnað okkar unnið okkur inn eilíft líf. En á sama tíma ef við elskum Guð og ef við höfum sannarlega tekið við fagnaðarerindinu, þá viljum við ekkert gera sem særir Guð okkar sem við elskum. Við förum eftir boðorðum Guðs vegna þess að við elskum Guð og vegna þess að við erum hólpin, en ekki til að vinna okkur inn okkar eigið réttlæti. Það aðeins réttlæti Krists sem frelsar okkur. En eitthvað sem nauðsynlegt ef við ætlum að hafa möguleika á því að vera hólpin? Já, það reyndar eitthvað sem við verður að eiga sér stað, eins og við lesum hér í Jóhannesi 3:5. Það segir, sannlega segið þér, enginn getur komið inn í Guðs ríki nema hvað? Nema hann fæðist af vatni og anda. Sem sagt, við eigum engan möguleika á að komast inn í ríki Guðs nema að uppfylla þetta skilyrði. Höfum við gert okkur fyllilega grein fyrir því. Það ekki bara aðeins erfiðara að komast inn í himnaríki. Nei, það ekki hægt öðruvísi. Það þá valfrjálst fyrir þá sem eru á leið til himna að vera fæddir af anda? Það það algjörlega nauðsynlegt? Samkvæmt Jesú verðum við að fæðast af andanum. Hvað Kristur að tala hér? Ég tel að Jóhannes skírari geti varpa ljósi á hvað Kristur á við. Og þegar að prestar og levítar vildu vita hver hann væri, hver Jóhannes skírari? Og segir hér í Jóhannes 1:25-27. Þeir spurðu hann, hvers vegna skýrir þú? Fyrst þú hvorki Kristur, Elía né spámaðurinn. Og Jóhannes svarar og segir, ég skýri með vatni, mitt á meðal yðar stendur sá sem þér þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig, og skóðfeng hans ég ekki verður að leysa. Jóhannes að segja hann segir, ég skýri með vatni. Það iðrunarskýrn, skýrn til iðrunar. Þannig að við séum þvegin af misgjörðum okkar. Það að fæðast af vatni, en það annars konar skýrn sem Kristur veitir okkur. Og eftir að við höfum tekið vatnsskírnina, iðrast og snúið okkur til Krists, þá getur hann veitt okkur mikilvægari skírn, sem skírn heilags anda. Sumir halda að skírn heilags anda sé aðeins að finna í Nýja testamentinu, og það sé aðeins eitthvað sem gerist á hvítasunnu. Biblían kennir það ekki. Þú finnur andan frá upphafi til enda í Biblíunni. Andi Guðs sveif yfir vötnunum strax í upphafi við sköpunina. Og síðan í Opinberunarbókinni segir alveg síðast í kapla 22:17 að andinn og brúðurinn segir, kom þú, sem síðasti kapli Biblíunar. Þannig að heilagur andi, hann alla Biblíuna, og jafnvel fylling eða skýrn andans að finna alla Biblíuna. En skýrn í vatni, það val sem þú tekur, hvort og hvenar þú tekur slíka skýrn. Skýrn eða fæðing af anda eins og ákvörðun sem Guð tekur. Þú getur valið dagsetningu vatnsskírnarinnar, en Guð velur aðeins dagsetningu þegar þú tekur skýrn heilags anda. Stundum það skýrn andans, hún á sér stað á sama tíma og vatnsskírnin, eins og þegar Kristur skýrður í vatni og anda. En stundum voru þeir skýrðir í vatni og síðar í heilugum anda, eins og postularnir, að þeir voru líklega skýrðir áður en þeir tóku við skýrn heilags anda. Og svo stundum voru menn skýrðir í heilugum anda og síðar í vatninu. Og við getum lesið það í postulasögunni. Pétur predikar og þeir skýrðir í heilugum anda áður en vatnsskírnin átti sér stað. Pétur gerði sér líklega ekki grein fyrir því að þetta geti gerst á hvaða hátt sem Guð vill og segir, hver getur varna þess að þeir verði skýrðir í vatni, þeir hafa fengið heilagan anda sem við segir hann.
Við getum því ekki valið hvenær Guð ákveður að úthella andanum. En er eitthvað sem við getum gert til að öðlast hann? Ættum við ekki að biðja skírn andans ef það er nauðsynlegt fyrir hjálpræði okkar að fæðast af andanum, eins og framkom þarna áðan. Kristus sagði sjálfur í Lúkas 11:10-13: Því að hver sem öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upploki verða. Er nokkur sá faðir yðar á meðal að hann gefi síni sínum biður fisk höggorm í staðinn, eða sportdreka ef hann biður egg? Fyrst þér sem eruð vondir hafið vit á að gefa börnum eða góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim, hvað? Heilagan anda, sem biðja hann. Við komum ekki þannig fram við okkar eigin börn, hvað þá Guð? Og hvað segir hann að við eigum að biðja heilagan anda? Það er það sem Jesús nefnir að við ættum að biðja og það er það mikilvægasta. Og hluti af bæn minni á hverjum degi er að Guð gefi mér heilagan anda. Hvernig stöndum við gegn freistingum? Hvernig veistu hvað það átt að segja, eða hvernig það átt að lifa? Þú þarft á heilagum anda að halda til að leiða þig, og við þurfum á fyllingu heilags anda, sérstaklega núna á þessum síðustu dögum. Í ræðu Péturs á Hvítasunnu segir hann: Eigi eru þessi menn drukknir eins og þið ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér er að rætast það sem spámaðurinn Jóel sagði: Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamamenni yðar munu dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Svo á Hvítasunnu þá var heilagum anda, hún var ekki aðeins úthellt yfir postulana 12. Það voru ekki bara lærisveinarnir, þeir voru ekki bara karlar, heldur var þetta úthellt yfir alla fyrir 2000 árum, alla sem vildu taka við. Og því býður Guð anda sínum öllum mönnum. Úthelti Drottinn aðeins heilagum anda sínum yfir konur eftir að Jesús gekk á meðal okkar við skírn heilags anda, eða voru spákonur í Gamla testamentinu. Það var ekkert nýtt að konur ættu að taka á móti heilagum anda. Svo hvað var Jóel að tala þarna í þessum spádómi sínum, að það mun gerast á síðustu dögum? Ég skil það þannig að Jóel lýsir ekki því að það einstök tilvik, ekki bara postularnir á spámenn og almenningur sem tók á móti andanum, heldur að hann myndi koma eins og flóðbylgja. Og heilagur andi borinn saman við regn. Og í hebresku landbúnaðar umhverfi í þeirra loftslagi þá spratt uppskeran með þessu haust og vorregni. Og Ísraelsmenn fengu mikla rigningar að hausti sem myndi síðar vekja vetraruppsprettuna, og svo kom vorregnið þar sem þeir fengu mikla rigningar að vori sem þroskaði uppskeruna rétt í tæka tíð. Og Hvítasunnan var þegar þeir fengu þá uppskeru eftir vorregnið. Þannig að þegar hann talar að úthella andanum, þá er hann að tala eitthvað meira. Hann er að tala vorregnið sem þroskar uppskeruna til fulls. Nú, hvernig vitum við að við höfum heilagan anda? Er einhver leið fyrir okkur að sannreyna það? Augljóslega verðum við að vita það, því að eins og við sáum hér áðan, þá komumst við alls ekki inn í Guðs ríki nema að hafa hann. Þannig að við verðum að vera vissum að við höfum öðlast hann. Nú, í mörgum söfnuðum þá er maður spurður: hefur hlotið skírn heilags anda? En þá er í raun átt við hvort maður sé farin að tala tungum, eins og það sé sönnun þess að slík skírn hafi á sér stað. Í slíkum söfnuðum þá tíðkast það einnig að æða gólf og beita því sem að því virðist yfir náttúrulegum kröftum til að fá fólk til að finna einhverja tilfinningalega snertingu andans, og fólk hristist og fellur í gólfið. Allt þetta á að vera sönnun þess að heilagur andi sé að störfum. Er það raunverulega sönnun þess að andinn sé að störfum?
eða getur þetta verið eitthvað allt annað? Hefur Biblían eitthvað að segja það hvernig við getum staðfest það að hann sé til staðar og við höfum sannarlega tekið við honum? Það segir frá því að áður en Kristus steig upp til himna, þá var hann að tala við lærisveinana og í Postulunarssögunni 1:8 segir hann við þá: En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þannig að hann að tala það að þegar heilagur andi kemur yfir þá er það í ákveðnum tilgangi sem að það gerist. Ekki endilega til að tala tungum, þó að það geti vissulega innifallið og það sannarlega var raunin þá. En tilgangurinn var að gera þá hæfa til að vera vottar Krists. Það var til að hjálpa þeim að breiða út boðskapinn, til að útbreiða fagnaðarerindið, til að vitna fyrir öðrum. Vissir þú það að það aðeins 3 tilvik tilgreindum tungutal í Biblíunni? Aðeins 3. Og ef þú ferð í einhvern af þessum söfnuðum myndir að halda að það var í fjöldin allur að slíkum tilfellum í orði Guðs. Það eru aðeins 3 dæmi. Og þau eru öll í Postulunarssögunni, kafla 2 og 10. kafla, þar sem að andinn fellur á heiðingjana, og svo í 19. kafla, þar sem að Páll fer til Efesus. Í öllum 3 tilvikum, þegar þeir eru fylltir heilögum anda, eru þeir að tala þar sem margir tungumála hópar eru viðstaddir. Og það er í þeim tilgangi að deila fagnaðarerindinu. Þeir sem hlusta vita hvað er verið að segja. Og í Postulunarssögunni 2. kafla segir að við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Og öðru hverju er talað að þeir vegsumuðu Guð eða þeir spáðu. Þeir vissu hvað þeir voru að segja allan tíman. Þeir töluðu tungum og orðið tungur þýðir einfaldlega tungumál. Það er það sem að þýðir í frumtextanum. Og í öllum dæmum í Biblíunni þýðir orðið það fyrir tungur, það þýðir bara tungumál. Það þýðir ekki einhvers konar yfirnáttúrulegt blaður, það þýðir alltaf tungumál. Og svo í 1. Korinthubréfi 14. kafla, þar sem að Páll talar tungur, það talar engin tungum í þeim kafla, hann er aðeins að útskýra hvernig á að gera þetta. Og það er aðeins þessi 3 dæmi að þetta gerist og það er áhugavert. Páll er einungis að fjalla tungutal í 1. Korinthubréfi. Markús nefnir í lok Guðspjallsins að Jesús sagði: Í mínu nafni munu þér reka út illa anda, tala nýjum tungum og fleiri tákn sem myndu fylgja þeim, en það talar engin tungum þar, hann er aðeins að segja frá. Postulunum var gefin hæfileikinn til að tala á öðrum tungumálum til að breiða út fagnaðarerindið. Pétur, hann nefnir aldrei tungutal og ekki heldur Jakob eða Jóhannes. Og maður skildi halda að ef það væri nauðsynlegt fyrir hjálpræði manns, að þá væri meira að tala þetta af þeim öllum. Svo er það annar punktur. Ef við erum kristin, þá fylgjum við Kristi og hans fordæmi. Hvar talar Jesús tungum? Það hlýtur að vera vandamál varðandi það að halda því fram að tungutal sé sönnun þess að vera skýrður af heilögum anda. Það að Kristur, hann talaði aldrei tungum. Reyndar hafa sumir af ákafa við að finna dæmi að Kristur hafi talað tungum, sagt að hann hafi gert það sem að segir í Mattheus 27:46 þegar Kristur er á krossinum og hann segir Eli, Eli, lama sabachthani og segja að þetta hafi verið tungutal vegna þess að skrifa svona í Guðspjallinu. Nei, það var ekki að gerast þar. Það er skrifað svona á frummálinu og segir okkur hvað Jesús sagði á sínu venjulega tungumáli, og vegna þess að þú þarft að vita að orðin hljóma eins og Elía, þá myndu þú vita hvers vegna rómversku hermennirnir misskildu. Þeir héldu að hann var að kalla á Elía, vegna þess að hann sagði Eloi, Eloi, sem hljómar svipað á nafnið Elía. Jesús talaði aldrei tungum.
Og í Biblíunni er engin heimild að hann hafi talað á neinu öðru tungumáli. Og að segja að þú hafir ekki skýrt heilags anda nema þú talir tungum, hvað þá með Jesú? Hafði hann ekki heilagan anda? Að þar sem hann talaði aldrei tungum. Nú trúi ég að það sé til raunveruleg gjöf tungutals, algjörlega. Það er eina af gjöfunum. Og veistu að þegar gjafirnar eru taldar upp, að það er alltaf neðst á listanum, tungutalið. En sumar kirkjur hafa snúið þessum list á hvolf. Sjáðu hvað segir hér í Rómverjabréfinu 8:11. Ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gera dauðlega líkamið lifandi með anda sínum sem í yður býr. Og síðan einnig í Korinthubréfinu, fyrra Korinthubréfi 3:16. Vitið þeir eigi að þér eru musteri Guðs og að andi Guðs býr í yður. Andinn kemur þið ekki bara í litlum bylgjum. Heldur, hvað vill hann að andi Guðs geri? Búi í okkur. Og þegar þið farið að sofa hafið þið andan og þegar þið vaknið hafið þið enn andan. Þess vegna biður Davíð í Sálmi 51 þegar hann hafði gert sér grein fyrir að hann hafði syndgað, hann mundi eftir því sem Sál, hann hélt áfram að syndga það tók Guð andan frá Sál. Það er eins og andinn hafi farið. Og Samson, munið eftir söguna Samson, hann vissi ekkert af því að andi drottins hafi farið og hann var óstyrkur. Og andinn var tekinn frá Sál og Davíð sagði, Drottinn, taka eigi þinn heilaga anda frá mér. Og þess vegna viljum við að andinn búi í okkur. Ef einhver hefur ekki anda Krist, þá er hann ekki hans. Hversu mikilvægt er það? Þú tilheyrir ekki Kristi nema þú hafir anda Guðs. Og við þurfum að biðja hann á hverjum degi. Því að það er því ekki nóg að fara á samkomu og fá einhverja bylgju heilags anda yfir sig þar. Það þarf að búa í ykkur stöðuglega. Hvað þýðir það að vera skýrður? Þegar talað er skýrn andans, hvað þýðir orðið baptísó eins og það stendur í frummálinu? Það þýðir að dýfa niður og sökkva sér í, sökkva á kaf. Það er merking upprunlega orðsins í textanum. Og heilagur andi starfar í okkur löngu áður en við erum skýrð, eða áður en við erum raunverulega á kafi andanum. Hann sannfærir synd, réttlæti og dóm áður en við höfum tekið við honum. Og áður en einstaklingur hefur jafnvel snúist til trúar er heilagur andi að störfum í lífi hans til að sannfæra hann synd. Og heilagur andi getur leiðbeint og huggað. En andi Guðs vinnur í fólki á mismunandi mæli. En við erum að tala hér fyllingu eða skýrn, þar sem að bikartinn flæðir yfir af heilagum anda, vegna þess að þú ert á kafi eða skýrður, baptísó í andanum. Og hver eru skilyrðin fyrir því að hljóta heilagan anda? Það kemur skýrt fram í Póstulasögunni 5:32. Við erum vottar alls þessa að heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Það er engin djúp guðfræðileg fullyrðing. Heilagur andi er gefinn þeim sem honum hlýða. Það er ekki texti sem þarf að túlka eða útleggja. Það er eitthvað sem allir geta skilið. Og leyfðu mér að lesa annan texta hér í Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig munið þér halda boðunum mín. Og hann endar ekki þar, hann heldur áfram í næstu 2 vers. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður hvað? Annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki niður þekkir. Þér þekkið hann, hvers vegna? Því að hann er hjá yður og verður í yður. Þannig að takk eftir tengingunni, þið haldið boðorð mín. Því að Guð vill ekki gefa þennan kraft þeim sem gerir uppreist gegn honum. Því þá gætu þeir hugsanlega misnotað þennan kraft. Nú í 1. Jóhannesarbréfi 2:4 segir,
Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Mun Guð gefa þeim kraft heilags anda, þeir sem vilja ekki vera honum undirgefnir og fara eftir því sem hann segir. Það þýðir samt ekki að ef einhver rennur til og dettur á rassinn og gerir mistök, að þá dragi Guð bara heilagan anda samstundis tilbaka. Nei, það er ekki alveg þannig. Heilagur andi er einnig til staðar til að samfæra okkur hvað sé rétt og rangt. Davíð, hann syngaði stórlega með Batsebu og sagði, tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Heilagur andi leiddi hann til iðrunar þar sem hann sagði, ég hef syngað. Hafði Pétur heilagan anda eftir hvítasunnudag? Gerði Pétur mistök með því að sýna hlutdrægni gagnvart hinum trúuðu gyðingum? Þurfti Páll að ávíta hann fyrir það? Og það var líklega margt fleira sem ekki er skráð í Biblíunni. Var Páll fylltur heilagum anda? Þá átti Páll í alvarlegri deilu við Barnabas. Hér eru þessir tveir postular í deilum vegna þess að þeir geta ekki komið sér saman. Þeir eru að vitna fyrir öðrum kærleika Jesú, en eru að rífast smámuni. Og svo segir Páll síðar að hann hafi haft rangt fyrir sér. Og þeir voru menn en þeir gengu í andanum. Og þegar þeir synguðu, sakveldi andinn þá og þeir iðruðust strax. Síðan segir hér aftur í 1. Jónasarbréfi 3:24, sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum, að hann er stöðugur í oss þekkjum vér, hvernig? Af andanum sem hann hefur gefið oss. Þannig sjáum við að andinn dvelur í okkur þegar við erum fús til að hlýða, þá lifum við ekki í uppreisn. Og ástæðan fyrir því að Guð gefur okkur andan er til að predika orðið til vitnisburðar eins og við lásum áður. Og þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir og þér munu verða vottar mínir. Það er aðal tilgangurinn með útvöldlíku heilags anda. En við gerum þetta ekki með því að einblína á okkar eigin ófullkomleika, heldur eins og Páll segir í Hebreabréfinu 12:2, beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Við þurfum að horfa á Jesú, hann er fyrirmynd okkar, þurfum að líkjast honum, taka hann okkur til fyrirmyndar, þrá að lifa eins og hann lifði og elska hann og allt sem hann stendur fyrir. Og eins og Páll segir í síðara Korinthubréfi 3:18, en allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð Drottins, ummyndumst til hennar sömu myndar frá dýrð til dýrðar, það gerir andi Drottins. Við endurspeglum dýrð Drottins með því að dvelja á kærleika hans til okkar. Og þá munum við endanlega fara eftir því sem hann segir, því að við viljum líkjast honum. Það gerum við ekki í eigin mætti, heldur er það andi Drottins sem kemur þessu öllu til leiðar. Án hans getum við ekkert gert. Lofum því Guð fyrir kærleika hans í okkar garð og fyrir að senda okkur anda sinn sem kemur þessu öllu til leiðar í lífi okkar. Amen.